Kæru vinir, velkomnir. Við breyttum að dagskránni og hleyptum þessum mikilvæga fundi að. Það að koma sem sagt ný löggjöf með líffæragjafir áramót. Og það ekki nóg að passa sig að hjóla hjálmlaus, það verður að vera eitthvað regluverk í kringum þetta og þetta gríðarlega mikilvægt mál. Og við erum með góða gesti. Eftir að göngin komu þá eru sérfræðingarnir út allt og Alma Möller, landlæknir, ætlar að byrja og svo kemur Krissi Sigvaldason og svo Runólfur Pálsson. Og mér skilst að þau ætla að hafa endið sín frekar stutt, þannig að ég ætla að verði góður tími til umræðu þetta mikilvæga málefni. Alma, gjörðu svo. Góðan daginn og þakka ykkur fyrir að taka á móti okkur og að mæta til fundar þetta mikilvæga efni. En þetta sem sagt breyting á lögum frá árinu 1991 sem að tekur gildi nú áramótin og varðar brottnám líffæra og áður þá þurftu menn að gefa samþykki sitt fyrir því að mætti taka úr þeim líffærin að þeim látnum, þeir sem eru dánir heiladauða. En nú verður dæminu snúið við þannig að það verður gert ráð fyrir því að við öll viljum gefa úr okkur líffærin nema við höfum látið annað í ljósi. Þannig að nú tekur gildi svokallað ætlað samþykki. Og það auðvitað gríðarlega mikilvægt að kynna þetta fyrir öllum og við höfum fengið hann Atla með okkur í lið til að stuðla svona vitundavakningu líffæragjafir og einmitt líka að gera þeim kleift sem að ekki kjósa að gefa líffæri að gefa til kynna vilja sinn. Þannig að það er þetta sem við ætlum aðeins að fara í og þetta verkefni það mun fá sérstakt útlit, það er nú ekki alveg búið að lenda því hvert það verður en niðurstaðan er á næsta leiti og þetta er svona útfærsla eins og þið sjáið, við erum að lengja líf, við erum að gefa líf og við erum að sýna lífinu virðingu. En við getum sagt að það að gefa líffæri, það er gríðarlega stór gjöf og líffæraflutningar, þetta er auðvitað ein af mestu framförum í læknisfræði. Og meðferðin getur auðvitað bjargað líf eins og við viljum, en líka lengt líf og bætt lífsgæði. Og fjöldi þeirra sem að þurfa á líffærum að halda eykst stöðugt en framboðið hefur ekki aukist að sama skapi og þess vegna afar mikilvægt að kanna allar færar leiðir til þess. Nú, það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að hver og einn ákveði með sjálfum sér hvert viðhorfið er og miðli því auðvitað til sína nánustu en við erum líka að hanna leiðir núna í sögu og heilsugátt, ég ætla að segja ykkur aðeins frá því, það sem hægt verður að skrá þann vilja að vilja ekki gefa, hvort heldur það tekur til líffæra almennt eða einstakra líffæra, það verður hægt að velja það. Og ég auðvitað þekki þetta, ég með helstu sérfræðinga landsins með mér, Kristinn sem yfirlæknir á gjörgæslu í Fossvogi og Runólfur sem prófessor og yfirlæknir í nýrnalækningum og þeir ætla að halda sín erindi og segja frá en ég þekki auðvitað þessi málu mínu fyrra starfi sem gjörgæslulæknir og maður hefur séð mikilvægið. Í fyrsta lagi, hvaða getur verið mikil huggun í miklum harmi að viðkomandi gefi líffærin og bjargi lífum að sér látnum. Í öðru lagi að sjá fólk sem fárveikt eins og eftir hjartabilun eða slíkt fá nýtt líffæri og öðlast nýtt líf. En ég hef líka séð mikilvægi þess að fólk sem ekki kýs að gefa eða vill ekki að þeirra aðstandandi gefi, hversu mikilvægt það auðvitað að verða við því. Þannig að við þurfum að vera bara örlót og opin fyrir öllum þessum möguleikum. Það er engin launung að við tölum fyrir því að fólk gefi og viljum fjölga líffæragjöfum, en það er afar mikilvægt að við virðum vilja þeirra sem ekki vilja gefa. Og við vonum að þessi umræða muni auka vitund fólks
og það beinlínis okkar verkefni hjá embætti landlæknis í tengslum við þessa lagabreytingu að kynna þessa breytingu og koma því til leiðar að sem sagt, fólk geti látið í ljós þennan vilja sinn að gefa ekki. Og við sjáum fyrir okkur að þið geti fengið mjög margar spurningar, heilbrigðisstarfsfólk almennt og við verðum öll að hjálpast að upplýsa fólk. Við munum halda fundi víða land og við það búið að halda einn fund á þessi Guðjón Ingva hérna og náttúrulega byrja á Sauðárkróki og þar var fundur í liðinni viku og þetta er fundur númer 2 og við verðum í tengslum við fjölmiðla, við munum halda líka svona opna fundi í Reykjavík en við verðum með vefsvæði á landlæknir.is þar sem verða upplýsingar, það verður fyrirspurnarhnappur, spurningar og svör og við ætlum að reyna að tengja þennan hnapp inn á vefi stofnana og við erum ekki alveg búin með allar þessar tæknilegu útfærslur, það stutt síðan okkur að falið þetta verkefni en við munum láta vita. Síðan er þá ætlunin að þeir sem ekki vilja gefa líffæri, þeir geti skráð afstöðu sína á svokallar mínar síður í heilsuveru, ég voni þið þekkið öll heilsuveru, heilsuvera.is. Það er mjög aukin notkun heilsuveru og það er komið upp í 80.000 mann sem að hafa farið þar inn en við þurfum að fjölga því og þetta er auðvitað kjörið tækifæri en síðan eru auðvitað ekki allir þegnar landsins tölvulæsir þannig að það er mikilvægt að hanna leið fyrir þá og þá sjáum við fyrir okkur að það verði hægt að skrá afstöðuna í sögu og að þá heilbrigðisstarfsmenn, þá læknar muni aðstoða viðkomandi við að skrá. En þannig að við ætlum að hafa þessi mál bara halda þeim mjög á lofti næstu vikurnar og þessi breyting tekur sem sagt gildi áramótin. En ég ætla ekki að hafa minn inngang lengri en gefa orðið til Kristins Sigvaldasonar sem er yfirlæknir á gjörgæslu og hann ætla svona að segja frá líffæratöku. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Gaman að koma hingað, gaman að sjá svona marga mæta. En þetta hefur verið okkur svolítið hugleikið mjög lengi, þetta með líffæragjafirnar og þær hafa flestar verið á Landspítalanum Fossvogi. Það hefur líka verið hérna og Akureyringar hafa verið mjög duglegir með við stærð þessa spítala að taka þátt í þessu. Mjög jákvætt. Við þurfum öll að taka okkur saman í þessu. Eins og við vitum alltaf þá er þetta með merkustu framförum í læknisfræði, þessi líffæraflutningar. Og þetta er verið að gera þetta víða heiminn en því miður þá deyja bara fleiri á biðlista heldur en að fá líffæri. Og það er mjög vaxandi þörfin á þessu. Og möguleikarnir eru að verða betur og betur. Og þegar samtök eru mikið oft með áróður eins og svona myndir sem eru á netinu, að reyna að fjölga líffæragjöfum í heiminum. Þetta er mjög mismunandi milli landa í heiminum. Og þörfin er mjög vaxandi. Þessi gráa lína sýnir þörfina á líffæra ígræðslu en það er mjög lítil breyting á framboði á líffæri í gegnum árin. Og þessi mynd sýnir svona hvernig dreifingin er heiminn og Ísland er hérna, hefur verið þarna í kringum, þetta er miðað við líffæragjafir per milljón íbúa. Og eins og við sjáum Spánverjar hafa alltaf verið duglegastir þarna. Það hafa verið það bara í áratugi. Og hérna, en við hefum verið hérna cirka í kringum 10. En þetta fer alveg niður í nánast ekki neitt í mörgum Asíulöndum og ekki gengur eins vel. Og það er talað að það sé mjög gott að vera með þessa tölu yfir 20 per milljón íbúa. Og þarna eru nokkur lönd, Spánverjar hafa alltaf verið mjög duglegir, en aðrar þjóðir eru að sækja sig á, eins og Ítalir og Portugal og Króatía, Puerto Rico og Ameríka hefur náttúrulega verið líka mjög framælega. Og hérna eins og Alma sagði, það voru sett lög þetta 91 og þetta gerist víða heim á svipuðum tíma. Þannig að það var hægt að úrskurða eitthvað látinn ef að heilastarfsemin er hætt. Og þetta náttúrulega
gerði líffæragjafi mögulegar. Og það var líka sett mjög svona skýr reglur hvernig eiga að standa að þessu, sem hefur verið stuðst við síðan. Og það var að gera samningu við Sahlgrenska sjúkrahúsið í Gautaborg. Það sjáum þessi mál fyrir okkur Íslendinga því að við erum allt of lítil og smá til þess að geta staðið undir svona starfsemi. Þannig að það var samið við Gautaborg og þetta byrjaði hér á Íslandi 1993, svona formlega. En svo var á tímabili unnið saman með Ríkshospítalið í Kaupmannahöfn, en frá 2010 hefur aftur verið samið við Gautaborg. Og það felur í sér að það kemur hingað líffæratökuteymi frá Gautaborg og sér líffæratökuna. En læknar á Íslandi sjá að úrskurða öll svona formleg atriði. En þetta mjög náið samstarf samt alþjóðlegt. Því að Gautaborg og við erum hluti af Scandiatransplant sem er svona samorganisasjón í Skandinavíu og það hefur samstarf við Eurotransplant. Þannig að líffæri sem eru gefin hérna á Íslandi geta endað oftast í Skandinavíu, geta farið Evrópu. Og það hafa farið líffæri hérna til Þýskalands og Bretlands. Þannig að það er mjög mikið samstarf þetta og það er fundið þá bara hentugustu þegar þess. Og þegar á að ákvarða heiladauða, þá fer það til mjög skýrri reglugerð. Það þarf að útiloka, þetta þarf alltaf að vera miðtaugakerfi sjúkdómur sem veldur þessu og það þarf að skoða mjög nákvæmlega og stundum að gera svona heilaga myndataka til að sjá hvort það sé blóðflæði til heilans. Og þegar öllu þessu lokið, þá einstaklingurinn úrskurðaður látinn. Og þá þetta, ef að leyfi fæst, að taka úr honum líffæri, það gilda lög og hafa gild sem að breytast núna áramótin. Og ef að samþykki liggur fyrir, þá má taka líffæri hans ef að hann hefur samþykkt það. En ef hann ekki gert það, þá dugar samþykki ættingja. Nánasta vandamanns sem er skilgreindur í lögunum sem maki. Og það er óheimilt að gera þetta ef að réttarlæknir telur að það muni trufla niðurstöðu ef þetta er réttarkrufning. En þetta hefur sjaldan verið eitthvað atriði því að þegar þessar líffæragjafir fara fram þá er stundum tilkallaður réttarlæknir sem er með í aðgerðinni til að meta. Og okkur er skylt að halda skrá utan þetta. Og í dag, það voru skilyrði fyrir svona líffæragjöf áður fyrr, en í dag eru engin skilyrði í rauninni. Það er engin aldurstakmark. Og elsti einstaklingur sem við gefið hér á landi, að mér minnir, er 85 ára. Og það mega bara ekki finnast merkjum alvarlega sjúkdóma í líffærum. Og það er ákveðna frábendingar, þar sem ekki er æskilegt að flytja líffæri í annandi einstakling, eins og hálfa eða lifrarbólga. En þetta er að breytast líka. Því að við erum alltaf að tala við teymi í Gautaborg því að þeir gætu verið með HIV-smitaðan einstakling sem þarf líffæri. Og þá er í lagi að taka úr HIV-smituðum einstaklingi líffæri og flytja. Og það hafa líka verið tekin líffæri úr fólki með lifrarbólgu því að nú er komin þessi fína uppbreytingameðferð sem að dugar þá líka á líffæraþega. Þannig að það er í rauninni engin sérstök frábending. Þetta er háð bara samþykki líffærateymis í Gautaborg. Og þetta er töluverð vinna þegar þetta kemur upp. Þetta er mikil undirbúningsvinna og það er biðtími alltaf. Við náttúrulega ræðum vel við ættingja og þeir þurfa að hafa tíma til að taka sína ákvörðun. Og svo náttúrulega tekur tíma fyrir líffærateymið að koma til Íslands og skipuleggja málin. Það er gríðarleg vinna líka í Gautaborg að skipuleggja, finna hentu og þegar og svo framvegis. Og við þurfum að halda líffærum einstaklingsins í lagi á meðan. Það er heilmikil meðferð, full gjörgæslu meðferð í rauninni og með þeim öllum skilyrðum sem við notum á venjulega sjúklinga. Og það er líka spurning hvenær eigum við að byrja svoleiðis meðferð. Og það skiptir rosalega miklu máli varðandi gagnsemi líffæranna sem á að gefa.
En það sem skiptir máli við hafa venjuleg gjörgæslumeðferð því að fólk sem er úrskurðað heiladái, það deyr oft sjálfkrafa í rauninni, hjartað stoppar innan ákveðins tíma. Og þá þarf sem sagt að reyna að ljúka þessu ferli áður en til þess kemur. Það er ekki endalaus tími í boði. Og þegar þetta á sér stað, þá kemur þetta teymi sem sagt frá Gautaborg með læknum og hjúkrunarfræðingum og stundum fæðingarlæknum. En þarna þarf að hafa hröð handtök því að til dæmis ef það á að gefa hjarta, þá hafa þeir bara 4 til 6 tíma max. Þannig að það þarf að vera allt tilbúið á úti til þess að sem setja líffærið í einstaklingi sem á að fá það. Og þarna þarf að hafa bara hraðar hendur. Og sem sagt, ef það er hjarta þá hafa menn bara 4 til 6 tíma fram með lungu, en það er lengri tími með lifur og lífi. En það er einnig verið að taka frys og flytja í aðra og smáfíkn. Og flugtíminn tilbaka er náttúrulega 3 tímar. Þannig að það er gríðarlega mikilvægt að hafa þarna mjög gott skipulag og þeir hafa mjög gott skipulag síðan. Og við höfum verið að skoða þetta, hvernig þetta verið frá upphafi. Þetta er náttúrulega bara hægt að gera á sjúkrahúsum sem hafa gjörgæslu og eru með sjúklinga í öndunarvélum. Og þetta er náttúrulega sjúklinga með höfuðáverka, með heilablæðingar og heilablóðföll og líka eftir hjartastopp ef að blóðlársatruflun er orðið til heilans. Og þetta er sérst einstaklingar sem er viðhaldið lífi með tækjum. Og þetta er náttúrulega bara 3 staðir á Íslandi. Það er Landspítalinn í Fossvogi og Hringbraut og svo hérna á Akureyri. Og Akureyri hefur sinnt þessu mjög vel. Það hafa verið nokkrar svona líffæragjafir hér gegnum tíðina. Og við höfum aðeins tekið þetta saman og það eru næstum í 100 einstaklingar sem hafa gefið líffæri á Íslandi á þessu tímabili. Og úr einum einstaklingi geta 6 notið góðs af stundum. Þannig að þetta er svona vel yfir 350 mann sem hafa notið góðs af þessu starfsemi hérna á Íslandi. Og þetta er bara yfirleitt yfir hvernig þetta hefur verið. Þetta hefur verið frá engri líffæragjöf og upp í svona 5-6, mjög breytilegt, fyrstu árin, áratugina. Og þessi bláa lína er hérna líffæragjafir, bláu staflarnir. En svo hefur þetta breyst töluvert á síðustu árum. Þannig að það hefur orðið mjög mikil aukning hjá okkur Íslendingum nú á síðasta áratug. Það var frekar svona lítið þetta hérna. Hér trufluðu reyndar 2 eldgos talsvert mikið. Því að akkúrat þegar eldgosin voru í Eyjafjallajökli, þá voru svona tilfelli þar sem ekkert var flogið. Þá bannað flug til Íslands. Þannig að það var ekki úr þar. En núna síðustu árin hefur orðið gríðarleg aukning. Og þetta er sem sagt líffæragjafir per milljón íbúða uppreiknað. Og hérna 2015 urðum við heimsmeistar með þessi. Fórum yfir Spánverja. Það er mjög gott. Og þarna er ekki komin lagabreytingin inn. Þetta var einhvern dalað aftur aðeins, en á þessu ári hefur þetta hækkað aftur. Og hérna, þetta er alltaf rosalega jákvætt í rauninni. Við erum að standa okkur mjög vel hann. En af hverju er þetta að gerast? Hvað er að segja hérna hjá okkur? Af hverju erum við best í heimi? Við, Runólfur og fleiri hérna erum að skoða þetta nákvæmlega, svona vísindalega, hvað hefur verið að gerast undanfarin ár. Það er náttúrulega ýmsar skýringar örugglega. Það er aukning á úrskurðar heilablóð við það sem verið er, og það sé ekki svona mikið. Það er náttúrulega gríðarleg aukning í fjölda ferðamanna. Það er minna kannski hafnanir og það er einhvern kannski vitundarvakning í þjóðfélaginu. Og það er náttúrulega líka meiri þekking og vitund hjá okkur heilbrigðisstarfsfólki að greina svona tilvik þar sem þetta kemur til grein og svo náttúrulega umræðu í fjölmiðlum.
herðamenn hafa náttúrulega aukist alveg rosalega á Íslandi. Og þetta komið yfir 2,5 milljón núna á síðasta ári, 2017. Og það hafa verið nokkrir ferðamenn sem hafa gefið líffæri. Og þeir eru ekkert mjög margir. Hafnanir hjá ættingjum, þeim hefur fækkað gríðarlega. Það er komið alveg úr 40% niður í 15%. Þannig að þarna hefur orðið töluverð breyting og svo líka umræða í fjölmiðlum. Þarna 2014-15 komu 2 fjölskyldur í fjölmiðla, í Kastljós og fleiri fréttamiðla og töluðu sína reynslu og hafði gríðarleg áhrif. Það var mjög svona magnaðar lýsingar sem að þau töluðu mjög jákvætt. Og það var byrjað að skrá hjá landlækni heimasíðu, þar sem maður getur skráð sig sem líffæragjafa. Og það var ekkert rosalega margir skráð sig það. En hér eru 2 toppar 2015. Þetta er eftir þessa Kastljósþætti eða fréttaþætti. Þar sem fólk fer inn og skráði sig. Og það hefur verið að gera þarna birt ein rannsókn á því í Hollandi hver er munurinn á þeim hópi þar sem að líffæragjöfur hafna með það sem er samþykkt með því að tala við fólk eftir á. Og þeir sem höfnuðu lýstu því gjarnan að það var ekki borin upp þessi beiðni á réttum tíma. Það var tímapressa, það var að reka eftir fólk. Og það var ekki nógu góð tengsl við starfsfólk, gjörgæsludeildanna. Og fólk taldi sig ekki að fengi nógu upplýsingar. En þeir sem að samþykktu lýstu því gjarnan að þeir voru ánægðir með meðferð síns nánasta. Þeir voru mynduðu góð tengsl við starfsfólki, fengu góðar upplýsingar og höfðu mikið stuðning frá heilbrigðisstarfsfólki og höfðu góða fjölskyldu á bak við sig. Þannig að svona atriði skipta líka miklu máli og þar var líka fjölmiðlað umræða tekin fram. Og það er ýmsir aðrir þættir sem við erum að huga vel að. Það er við heilbrigðisstarfsfólki, við þurfum öll að vera meðvituð þessa möguleika og vera vakandi fyrir þegar svona tilfelli komu upp að ræða málið. Þó að sé ekki alltaf líffæragjöf sem verður úr því, bara ef ykkur er mögulegu líffæragjafi að svona kannski taka upp umræðu. Og sjúkrahúsprestarnir á Landspítala hafa verið mjög góður stuðningur og stuðningur við ættingja líka þegar svona umræða kemur upp. Við þurfum alltaf að veita góða upplýsingar. Við höfum lagt mikla áherslu á það á Landspítalanum að hafa góð samskipti við ættingja. Hvort sem maður er líffæragjafa eða ekki. Það er mikið veikt fólk. Og svo að hafa góð samskipti við teymið út í Gautaborg og hugsa vel ættingja þessara einstaklinga. Og svo náttúrulega þjóðfélagslega umræða sem skiptir mjög miklu máli. Að við séum öll með á þessu sammála. Og þetta er sem sagt eitthvað 100 einstaklingar sem er nú býsna mikið fyrir okkar litlu þjóð. Þetta hefur mikið að segja. Það hjálpar mörgum. Það er ennþá höfnun, en við verðum eins og Alma sagði að bera virðingu fyrir þeir sem ekki vilja gefa. Og við verðum að gefa fólki tíma eða ákvæði. Og þessi umræði í þjóðfélaginu er gríðarlega mikilvæg líka. Og það er að kynna vel. Allir séu meðvitað. Það er mikil þörf og nú kemur þetta ætlaða samþykki sem alltaf skiptir máli að þetta er bara þjóðin er búin að ákvæða þetta. Við erum líffæragjafar nema við viljum það ekki. Við gefum það til kynna. En það mun samt ekki breyta þannig öllu því að í þessum lögum þetta ekki skýrt fram að ættingja hafa úrslitavald. Ættingja geta neitað. Og það verður við mögum náttúrulega ekki ganga gegn vilja ættingja. Það er það sem ætlað samþykki er í þeim löndum eins og Spáni og víðar. Það er aldrei farið gegn vilja ættingja. En þetta er svo mikilvæg afstaða okkar þjóðfélags. Bara við erum með þessa skoðun, en við verðum að virða líka skoðunni þeirra sem ekki vilja gefa líffæri.
Takk fyrir. Ég ætla þá að gefa ykkur aðeins innsýn í stöðu líffæraígræðslu á Íslandi og hvert stefnir í því efni og auðvitað líffæragjafir er algjör forsenda þess að sú starfsemi blómstri. Það er alltaf gríðarlega mikið gerst á þessum rúmum 60 árum síðan fyrsta velheppnaða ígræðslan var gerð þegar var nýragrætt í einstakling í Boston sem að tvíburabróðir hans gaf, því þetta var fyrir tíma ónæmisbælandi lyfjameðferðar. Þetta eru svona þessar helstu vörður hjá okkur. Fyrsta ígræðslan var í London 1970. Það var nýra frá lifandi gjafa. Ég segi ykkur aðeins betur frá því, síðan frá látnum gjafa í Kaupmannahöfn 1973. Þetta var áður en við byrjuðum að gefa líffæri, þannig að við vorum upp á aðrar þjóðir komin með að fá líffæri. Svo fyrsta lifrarígræðslan í London 1984, hjarta- og lungnaígræðslan í London 1988 og sá þegar hann er enn á lífi. Og svo á Landspítala var náttúrulega stór áfangi 2003 þegar fyrsta ígræðslan frá lifandi gjafa var gerð þar og við höfum haldið þeirri starfsemi náttúrulega áfram síðan. En þetta er Hammersmith sjúkrahúsið í London þar sem að fyrsta ígræðslan var fram. Þetta vakti mikla athygli hérna á Íslandi vegna þess að þetta kom bara í vísi saman að gefa systur sinni annað nýrað í dag. Konan þegin, og þetta er birt með hennar leyfi, að hún er á lífi í dag og með mjög góða starfsemi í nýranu tæpum 50 árum síðar. En eins og ég sagði áðan að það var mikill áfangi á Landspítala þegar fyrsta nýraígræðslan var gerð. Það var Jóhann Jónsson skurðlæknir, starfaði lengi í Bandaríkjunum sem ígræðsluskurðlæknir sem að lykilaðili í því máli því hann hefur komið heim alla götu síðan til þess að framkvæma þessar ígræðslur og er núna nýlega fluttur til Íslands þar sem hann ætlar að verja síðustu árum starfsferilsins til þess að halda áfram að byggja upp líffæraígræðslu starfsemina á Íslandi og þannig að það mun auðvelda okkur að þá getum við gert ígræðslurnar á Landspítala reglubundið í staðinn fyrir að vera að gera lotur sem hafa henta þegar það sem að Jóhann auðvitað komið til landsins nokkrum sinnum á ári. Samstarfið við Scandia Transplant hefur verið mjög mikilvægt. Þegar að fyrsta ígræðslan var gerð á Landspítala þá verðum við fullgildur meðlimir í Scandia Transplant sem ígræðslu sjúkrahús. Þetta samstarf er mikilvægt vegna þess að með því að með samstarfi Norðurlandaþjóðanna þá er hægt að tryggja það að sá einstaklingur sem er í mestri brýnustu þörfinni hverju sinni, til dæmis varðandi að fá hjarta eða lunga eða lifur, að hann fái nýra hvar sem að gjöfin á sér stað. Og sömuleiðis varðandi nýru að þá höfum við skipti milli stofnana og landa til þess að sá þegi sem að nýra hentar best verði fyrir valinu. Samstarfið við sjúkrahúsin á Norðurlöndum er lykilþáttur og við hófum eftir að líffæragjafirnar byrjuðu, þá hófum við fyrst samstarf við Sahlgrenska háskólasjúkrahúsið í Gautaborg en því var síðan hætt nokkrum árum síðar, það sem við fluttist til ríkisspítalans í Kaupmannahöfn. Við sögðum því samstarfið upp árið 2009 vegna þess að við vorum ekki að fá líffæri í takt við þess að við vorum að gefa. Fluttust aftur til Gautaborgar og það hefur gengið mjög vel alla götur síðan. Þetta er bara svona þessu sýningu skipulag, þetta er umfangsmikil starfsemi, þá Landspítali annars meginþættir starfseminnar, ígræðslurnar á nýrum frá lifandi gjöfum, allt mat og undirbúningur fer fram á Landspítala fyrir ígræðslur sem fara fram í Gautaborg, meðferð og eftirlit þegar koma mjög snemma heimorðið í dag, viku í sumum tilvikum eftir ígræðsluna. Sjúkrahúsið hér, ekki bara líffæragjafir rauninni frá látnum einstaklingum eins og Kristinn kom inn og heldur náttúrulega líka stundum njóta líffæraþegar, nýraþegar þjónustu hér sem búa á svæðinu. Sahlgrenska háskólasjúkrahúsið er höfuð samstarfsaðili varðandi brotnað líffæra úr látnum gjöfum og líka ígræðslur, líffæra frá látnum gjöfum. Og svo má ekki gleyma því að embætti landlæknis er lögbært yfirvald sem hefur eftirlit með ígræðslustarfseminni vegna þess að innan vébanda Evrópusambandsins er lögð mjög mikil áhersla á það sé mjög strangt eftirlit með stofnunum sem framkvæma líffæraígræðslur þannig að stofnun eins og Landspítalinn getur ekki bara haft eftirlit með sjálfri sér. Þetta er yfirlit yfir ígræðslurnar frá upphafi. Það er það mjög mismunandi eftir líffæri og flestar ígræðslur eru nýrnaígræðslur og þess að það er búið að gera 326 ígræðslur í 285 sjúklinga og það eru einstaklingar sem hafa fengið nýra í þrígang. 60% eru nýra frá lifandi gjöfum sem er svolítið óvenjulegt í okkar tilviki vegna þess að víðast hvar þá er herra hlutfall nýrna frá látnum gjöfum. Ég kem aðeins aftur að því á eftir. Og það er búið að gera 107 ígræðslur á Landspítala frá því í desember 2003. Og í dag eru 200 með starfandi nýra. En það er alltaf sem að
gerir okkur auðveldara fyrir í sambandi við nýrnabilun er að ef eigrað nýra bilar, þá bilar við skilum. Þannig að það skiptir sköpum og þess vegna getum við síðan skapað þá aðstöðu til þess að fá annað nýra síðar. Í 7 tilvikum hefur verið grætt nýra og bris í sjúklinga með sykursýki 1 og það eru 6 af þeim sem brisýgrættum sem hafa gengið vel til lengri tíma. Svo sjáum við það eru næstflestar ígrættur eru lifrarígrættur, það eru 68 í 61 sjúkling og 46 á lífi og það eru 22 hjartaígrættur, sjúkling 4 hjarta- og lungnaígrættur og það er 1 af þeim á lífi, svo fyrsti. Og svo 21 lungnaígræðsla og lungnaígræðslur eru náttúrulega erfiðastar til lengri tíma horft vegna mikilla fylgipilla sem geta fylgt í kjölfarið og meðal sýkinga. Þannig að heilt yfir er þetta orðið mjög mikið umfang. Þegar ég veit ég sjálf ekki þessar tölur vel, mér langar bara til að sýna ykkur hvað svona vissir áfangar hafa mikla þýðingu. Ef maður lítur tilbaka til 2003 og 2004 þá voru ígræðslurnar meðal annars nýrnaígræðslurnar fáar á hverju ári. Svo þegar við hófum ígræðslur á Landspítala þá fjölgaði þeim verulega í kjölfarið og ekki bara úr lifandi gjöfum, heldur síðan í kjölfarið líka úr látnum gjöfum og það var alltaf gert bara átak almennt á þessu sviði. Nú síðan þegar við komum samstarf við Saltneskálarstöð í Gautaborg þá fjölgaði öllum ígræðslum verulega. Þannig að fjölgunin hefur orðið mikil og þeir sjá hérna 2017 og 18 að 18 og 21 nýraígræðsla og það eru 5 hérna 2016 lifrarígræðslur, 5 2017, 2018 3 það sem að er ári. Minna hjarta- og lungnaígræðslur. Hvar stöndum við í samanborið við aðrar þjóðir? Staða okkar er að mörgu leyti sérstök í sambandi við líffæraígræðslu vegna þess að þörfin virðist minni. Ef við gefum okkur að við séum ekki að missa mörgum einstaklingum sem að gætu haga af ígræðslu. Við höfum hugsað þau máli gegnum árin og ég tel það nú ólíklegt, að þá er þörfin, við erum með mun lægri tíðni heldur en aðrir og það er ágætt að líta á nýrnaígræðslurnar í því samhengi vegna þess að þær eru langt flestar. Þetta er mynd, það er haldin skrá yfir alla meðferð lokasins nýrnabilunar allan heim. Allir sem að njóta annað skilunar eða ígræðslu nýra, þeir eru skránir í hverju landi og svo haldið utan þetta bæði svæðisbundi í heiminum en líka eru birtar tölur fyrir heiminn allan. Og þetta eru sem sagt hlutfall mismunandi meðferðarúrræða við lokasins nýrnabilun. Stökku súlurnar hérna, sá hluti ígrætt nýra. Það gulleitu eru blóðskilun og grænu hérna kviðskilun. Og við erum ásamt Norðmönnum fremstir í heiminum varðandi það að hafa hlutfall þeirra sem eru með nýrnabilun, njóta meðferðar við nýrnabilun á lokastigi sem hafa ígrætt nýra. Þannig að það eru 60% sem er gríðarlega hátt. En bæði okkur og Norðmenn að nýgengi nýrnabilun á lokastigi er þetta lágt. Þannig að það er auðveldara að mæta þörfinni. Eins og í Bandaríkjunum, sums staðar í Asíu og annað er tíðni nýrnabilunar svo há að það er mjög erfitt að ná þessum árangri. En þetta allavega hjálpar okkur. Annað er að við höfum, og það er náttúrulega sem fyrir neina brauð í upphafi, við höfum í raun og veru náð árangri gegnum árin með því að nota lifandi gjafa, langt umfram aðrar þjóðir. Og hér sjáum við tölur yfir þetta í Evrópu frá árinu 2017, 26,7 á milljón íbúa, 26,7 ígræðslur nýrnar frá lifandi gjöfum. Við sjáum tölurnar í öðrum löndum. Gríðarlegt átak gert í Hollandi, þeir hafa gjarnan verið fyrir neðan okkur, þannig að þeir fara aðeins upp fyrir. Við sjáum þetta eru ígræðslur nýrnar frá lifandi gjöfum á milljón íbúa. Ég sagði áðan að við varum í sérstöðu því að tíðni nýrnabilunar er frekar lág, en við sjáum hvað tíðni ígræðslurnar frá lifandi gjöfum er há. Margir kynna að segja að þetta sé ekkert endilega til eftirbreytni. Það er stór mál fyrir einstaklingar gagnvart slíka skurðaðgerð sem ekki þarf að við halda í þágu annars. En fólk er tilbúið til að gera það og verður það vonandi áfram og við náttúrulega leggjum áherslu á það mikil áherslu að lögða það að vernda gjafan. Þannig að fólk þarf að fara í gegnum nálar auga rannsókna til að geta fengið að gefa og rannsóknir hafa sýnt það að ef að slíkir einstaklingar eru bornir saman kannski 30 árum síðar jafnaldra,
sem eru valdir af handahófi, að þá lifun þeirra sem hafa gefið nýra betri. En það náttúrulega vegna þess að þeir eru sérvaldir einstaklingar. En þörfin að aukast og þetta bara til að sýna ykkur einstaklingar sem eru á undirbúningsstigi í dag. Það eru 4 beðist eftir nýra akkúrat í augnablikinu 28 á undirbúningsstigi og það náttúrulega færri til líffærunum og staðan náttúrulega svoleiðis sem betur fer. En þessi mynd sýnir í rauninni nýgengi meðaltara lokaðsins nýrnabilunar í heiminum og nýgengi flokka hérna eftir hversu mikið það og dökkgræni liturinn sýnir minna en 120 milljón íbúa. Og þar eru þjóðir sem að bjóða einfaldlega ekki upp á meðferð með mjög takmörkuðum mæli. Rússar, reyndar Ástralir, en þar alltaf mjög strjálbýlt eins og við veitum og mjög breytilegt eftir svæðum hver gæði heilbrigðisþjónustunnar En Evrópa almennt með miklu hærri tíð og sömuleiðis Bandaríkin. En þetta kannski vanþróaðri lönd, Íran, Suður-Afríka, þetta eru lönd sem eru með, og svo eru lönd hérna sem bara varla boðið upp á þessa meðferð. Þannig að þið sjáum það að nýgengi mjög lágt á Íslandi og það hefur hjálpað okkur. Þetta gildir held ég líka sjúkdóma sem valda lokasstigsbilun í öðrum líffærum. En þetta að aukast. Bara til að sýna ykkur stöðuna varðandi nýrnabilun, þá þetta fjöldi tilfella á hverju ári frá upphafi. Þið sjáum að fjöldin að aukast. Og þetta 2018 hérna og það hefur stór aukist bara á þessum mánuðum síðan í ágúst á þessu ári. Þannig að fjöldin stöðugt að aukast og það þýðir bara meira. Þannig að við munum þurfa á fleiri og fleiri gjöfum að halda og við getum ekki reitt okkur á lifandi gjafa til frambúðar. Það líka vegna þess að sumir af þeir sem hafa áður haft lifandi gjafa og svo bila nýra í tímans rás þurfa aðra ígræðslu og þá kannski ekki völ á lifandi gjafa í þeirri fjölskyldu. Þannig við þurfum meira og meira á látnum gjöfum að halda og það ekki hægt að reiða sig á sem sagt þó að þessi toppur hafi komið sem kristinlisti sem alltaf mjög ánægjulegur að hvað fólk hefur verið tilbúið til að gefa og þá meira framboð af gjöfum líka og ákveðnar aðstæður sem ábyggilega áttu þátt í því en við getum ekki reitt okkur á þetta framboð þess vegna held ég að þessi nýja löggjöf að hún skipti töluverðu máli að styðja við þetta. Nú bara fyrir ykkur að þá vefur á Landspítalanum með ýmsum upplýsingum fyrir þá sem hafa huga á að gefa, lifandi gjafa þar að segja og fyrir nýraþega líka og þess að þið getið kynnt ykkur sérstaklega að vera einstaklingar hér sem leita til ykkar sem jafnvel, þið getið búist við því líka einstaklingar sem hafa huga á að gefa nýra einhverjum nákvæmum, lifandi einstaklingar þeir getur leitað til ykkar til þess að fá ykkar mat á því þannig að þar eru ýmsar upplýsingar þetta. Nú bara réttilega að sýna ykkur þetta teymið sem að starfa við nýrnaígræðslurnar og reyni kannski ekki maður hluta því og svo gríðarlegur fjöldi annarra sem kemur að þessu starfa á Landspítalanum og hér Jóhann Jónsson, ef þið þekkið hann ekki sem nýkominn til starfa. Þannig að þetta við horfum fram á bara vaxandi umfangarsverða starfsemi og ég held að sé full ástæða til þess að eiga sem mest samstarf við allar stofnanirnar á landinu til þess að geta sinnt þessu best í framtíðinni. Takk.